Hvað frumþáttun og til hvers notum við frumþáttun? Frumþáttun að þátta tölu niður í frumþætti tölunar. Við skulum skoða dæmi. Ég ætla að skoða töluna 60. Þegar við þáttum niður í frumþætti þá þurfum að vita hvaða tölur eru frumtölur. En frumtölur eru tölur sem aðeins einnóttalan sjálf gengur upp í. Ég get bara myndað frumtöluna með margföldun með einum og tölunni sjálfri. Aldrei einhverjum öðrum tölum. Þetta eru 2, þetta eru 3, þetta eru 5, 7, 11, 13, 17, 19 og svo það miklu fleiri. Þegar ég frumþátta þá ég að skrifa töluna upp sem margföldun frumtalna. Og það yfirleitt þægilegast að byrja á, get ég gert 2 sinnum? Já, ég get gert 2 sinnum 30. Hérna get ég farið strax í 3 eða gert bara 2 sinnum 15. Og leið og ég fæ frumtölu, tölu í listanum hérna, þá ger ég hring. Hérna fæ ég 3 sinnum 5 og þegar síðasta talan í listanum, frumtala, þá stoppa ég. Hér sé ég frumþættina, ég get skrifað þá upp 2 sinnum 2 sinnum 3 sinnum 5. En til hvers ég að þessu? Jú, þetta gefur mér aðeins innsýn inn í töluna, en við skulum skoða dæmi. Hvað ef ég væri að reikna 1 á móti 60 pluss 1 á móti 72? Þetta bara 2 almenn brot, en ég þarf að finna samnefnaran. Getur þetta hjálpað mér? Já, þá þarf ég að frumþátta 72 líka. Þetta 2 sinnum 36, þetta 2 sinnum 18, þetta 2 sinnum 9 og þetta 3 sinnum 3. Komið frumtölu þá ég búinn. Og ég ætla að skrifa frumþáttunum niður 2 sinnum 2 sinnum 2 sinnum 3 sinnum 3. Passa allt sér með. Þegar ég ætla að finna samnefnaran, að þá þarf ég að sjá hver lægsta talan sem báðar tölunar ganga upp í. Ég get margfaldaði kross bara lengt þetta með 72 og þetta með 60, en þá fæ ég leiðilegar tölur. Ég ætla að reyna að fá þess lágar tölur og ég get. Og þá þurfum við að finna hvaða tala á að vera undir striki hérna. Það ger ég með því að finna út með hvaða tölu ég á margfalda. Og ég ætla að gera það hérna með því að það 2 og þá ger ég 2 sinnum. En þessir 2, að þeir eru báðum einn, þá ger ég það bara einu sinni. 2, 2, 3 og svo ger ég töluna sem eftir 3 og 5. Sinnum þessi 2 hér. Þá ég komið allar tölunar. Hérna fæ ég 4 sinnum 3, þetta verður 12, þetta verður 10 sinnum 30, 12 sinnum 30 360. En með hverju á ég að margfalda tölunum til að komast upp í 360? Jó, ég nú fljótur að sjá, ég þarf að margfalda með 6 hérna, en hvernig sé ég það? Jú, hvaða tölur eru eftir ekki hjá 60 heldur hinum einn? Það 2 sinnum 3. 2 sinnum 3 6. Þess vegna lengi ég með 6 hér og þess vegna kemur 6 hér. Hvað var eftir hinum megin? Jú, það 5. Og þá þarf ég að lengja með 5 hérna megin. Og þá kemur 5 hér, svarið 11 yfir 360. Að kunna frumþáttun og vera flink í frumþáttun hjálpar okkur við að leysa svona dæmi. Ekki bara að leysa þetta, heldur vera örugg í að leysa þetta, geta leyst þetta án vasareiknis, auðvitað má nota svo vasareiknis til þess að fara yfir, sjá hvort ég gerði rétt. En skilningur á þessu hjálpar okkur og líka þegar við erum komin yfir í þyngri algebru.